Í rauninni get ég sagt maður hálfbljúgur og bara ótrúlega fullur af þakklæti fyrir þær góðu undirtektir og þann augljósa vilja sem Alþingi Íslendinga hefur sýnt gagnvart þessu máli. Það er sannast sagt í fersku minni í vor þegar við stóðum hér og vorum að mæla fyrir þessu máli, þegar þingheimur allur tók undir það hér væri sanngirnis- og réttlætismál að ræða. Og svo sannarlega, þá ef við tökum saman höndum hvar í flokki sem við stöndum, þá er okkur ekkert ómögulegt. Þannig ég segi, hugsa sér að við skulum gefa fólkinu okkar, þessum þjóðfélagshópi sem hvað höllustum fæti stendur, við erum að fara að gefa þeim þessa jólagjöf, þingheimur allur. Við erum á ákveðnum tímamótum í dag, ólgusjó, þar sem við höfum í rauninni áttu ákveðið undirhögg að sækja og ekki verið litið til okkar með mikilli hlýju síðustu daga, þrátt fyrir það að við höfum fæst okkar nokkuð til saka unnið. En á þessum tímapunkti þegar við getum staðið svona hnarreist fyrir framan fólki okkar, brosað með tindrandi augum og sagt: sjáið þið bara, sjáið hvað við getum gert ef við tökum saman höndum hvar í flokki sem við stöndum, þá er okkur ekkert ómögulegt. Og sjáið þið bara, þó litli flokkur fólksins sé einungis búinn að vera í 1 ár hér og þetta sé annað löggjafarþingi okkar, þá getum við komið ýmsu til leiðar þegar við bendum á augljósu málin sem kannski hafa ekkert verið svo sýnileg. Það skiptir máli að öryrkjar eigi málsvara á Alþingi eins og allir aðrir. Það skiptir máli að hafa staðið í þessum sporum og geta sagt með sannfæringunni og með lífsreynslunni: svona er þetta. Sjáið þið tindinn, þarna vorum við vitum hvað við erum að segja og okkur hefur verið tekið fagnandi. Það er satt sem ég segi, við getum gert þetta og við ætlum að gera það, við munum gera það, skulum gera það. Gleðileg jól. Það verður jólagjöfin frá okkur öllum til ykkar fyrir þessi jól.